Komiði sæl. Atvinnulífið á Eyjafjarðarsvæðinu margt fjölbreytt enda Eyjafjarðarsvæðið hið fjölmennasta fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Rætt verður við fjölda fólks sem vel þekkir til í atvinnumálum og að sjálfsögðu verða fyrirtæki heimsótt. En við skulum ekki bíða boðana, heldur tala við sérfræðing í þessum efnum. Hjalti Jóhannesson hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri hefur sérstaklega rannsakað eyfirska efnahagssvæðið. Hjalti, atvinnutekjurnar, hverjar eru þær á svæðinu? Sko, ef við erum að tala í framleiðslunni sérstaklega, þá 2015 þá voru þær í framleiðslu án fiskvinnslu á Eyjafjarðarsvæðinu 7,1 milljarður en hérna á Akureyri 5,5. Og þetta eru svona 10% atvinnutekjunum á Akureyri, 11% á Akureyri og svona 9,5% ef við tökum Eyjafjarðarsvæðið allt saman. En ef þú miðar við landið allt, hvernig eru þá hlutföllin? Sko við erum að hlutfall sem sagt framleiðslu hérna mjög svipað eins og annars staðar á landinu núorðið. Þannig að við höfum gengið í gegnum heilmiklar breytingar frá því að Akureyri var þessi iðnaðarbær svona í kringum 1980 að þá hefur hlutfallið lækkað talsvert mikið og við sáum dálítið mikla lækkun til dæmis á tímabilinu frá 85 til 95. Síðan hefur svona gerst minna en það er svona smám saman dregist saman. Við höfum að vísu ekki alveg sömu gögn og við höfðum þá. Það voru ársverk þarna mæld fram undir aldamót síðan þegar Þjóðhagsstofnun var lögð af þá voru þau gögn ekki lengur til þannig að við erum að vinna með aðeins öðruvísi gögn og Byggðastofnun þarna lét taka saman fyrir sig þessa tölu sem ég nefndi þarna í byrjun og hérna greindi sem sagt hvernig samsetning atvinnulífsins var á öllu landinu annars var 2008 og hins var 2015. En þegar þú horfir og svona ofan á Eyjafjarðarsvæðið frá Siglufirði til Grenivíkur, þá eru svona margir stórir og öflugir burðarstólpar í atvinnulífinu á hverjum stað. Já, við erum með ansi mörg stór og góð fyrirtæki hérna á þessu svæði. Og þau eru sennilega flest í matvælaframleiðslu og svona í tengslu við skip og útgerð. Þannig að það eru svona máttarstólparnir hjá okkur og við erum með nokkur fyrirtæki sem eru með vel og annað 100 starfsmenn. En þegar þú svona horfir á atvinnulífið, hægt að segja fyrirtæki sem eru hér starfandi að þetta séu margt framsækin fyrirtæki? Ég held það, já. Við séum með mörg býsna framsækin fyrirtæki í sinni grein. Við erum með til dæmis Slippstöðina sem mjög stór á landsvísu og líklega stærst í sinni grein. Við erum með stór matvælafyrirtæki eins og Norðlenska og Kjarnafæði. Við erum með Sæplast og við erum með Sandblástur og Málmhúðun. Þetta eru svona dálítið stór fyrirtæki á landsvísu og sem eru svona skrautfærir okkar líklega í framleiðslunni. Hvernig fóru Eyfirðingar út úr bankahruninu 2008? Það fórum við tekið vel út úr í svo sem en miðað við það sem við vorum að skoða þarna í verkefninu sem vísaði til Eyfirska efnahagssvæðið, þá komum við betur eða svona skár út úr því heldur en landið meðaltali og við jöfnuðum okkur fyrir vegna þess að til dæmis útgerðum vigtar það þungt hérna að útflutningstekjurnar þær jöku svo mikið við það að gengið fjall. Hvar að þínu viti blikka gulu ljósin ef þú ætti nú að draga það saman í 1-2 setningar? Það er kannski innviðunum. Það eru annars vegar það eru til dæmis rafmagnið og það eru samgöngurnar. Við erum með svona flöskuhálsa í sitt hvoru og innanlandsflugið til dæmis það sem gæti komið þessu svæði illa. En svona saman dregið, ertu tiltölulega bjartsýnn ef mér heyrist það á þér á framtíðina á Eyjafjarðarsvæðinu? Já, ég myndi segja það svona heilt yfir og það sem er gott við þetta svæði eins og nefndur í innganginum að það er svo fjölbreytt atvinnan hérna og þetta hefur orðið fjölbreyttara og fjölbreyttara. Og kannski sem dæmi, við erum stödd hérna í Linduhúsinu á Akureyri við Kvannavelli, þar sem áður var framleitt súkkulaði.
hér svona heilsulind og hér rannsóknarfyrirtæki, kannanafyrirtæki og hér fjölmiðlafyrirtæki og bílaleiga. Þannig að þetta svona kannski í hnotskurn það sem gerst hefur. Þakkaði fyrir þetta, Hjalti. Framleiðni hér á Íslandi hefur verið minni en í OECD-löndunum og þessu vilja samtök iðnaðarins breyta. Framleiðnin hefur aukist á Íslandi 1,3% á ári en samtök iðnaðarins telja nauðsynlegt að aukningin verði 2,5%. Framleiðni forsenda afkomu fyrirtækja. Samtök iðnaðarins benda á að framleiðni á hverja klukkustund hér á landi undir meðaltali OECD-ríkjanna. Framleiðnin hins vegar vegin upp á móti með mikilli vinnu. Framleiðni aukningin hér á landi hefur verið 1,3% á undanförnum árum en að mati samtaka iðnaðarins þyrfti aukningin að vera 2,5% á ári. Við sjáum það í okkar framleiðslugeirum að til þess að auka okkar samkeppnishæfni þá verðum við bara að gera eitthvað í þessu. Og við verðum að passa upp á þá liði þar sem að við erum að hærri kostnað til að mynda okkar mannauður, passa upp á að nota hann rétt og að nota þekkingu, menntun rétt, passa upp á að vélarnar eru alltaf á réttum stað og réttum tíma og við erum að standa okkur betur og það vitundarvakning. Samtök iðnaðarins standa þau þétt á bakvið fyrirtæki sem að vilja bæta sig? Já, við höfum gert það og við höfum reynt að gera það með bara ýmsu móti. Við erum með ákveðin gæðakerfi sem að við reynum að fá minni fyrirtækin okkar til að fara í gegnum. Bara til þess að átta sig á hvernig þú getur notað þessi kerfi sem annars falla svolítið svona talin verið eitthvað sem stóru fyrirtækin ættu að nota en að sjálfsög getur farið í stanslausar og litlar umbætur í minni fyrirtækjum og við höfum verið að kynna það. Við höfum líka reynt að nota þessa fundaröð framleiðni þar sem við fáum fyrirtækin inn og fara ofan í litlu þættina. Það það sem skiptir máli. Við erum ekki að tala að það allir að fara á stað og vinna hraðar. Við ætlum bara að gera þetta aðeins betur, passa upp á sóun, draga úr öllum þessum tíma þar sem við erum ekki að skapa verðmæti. Og þegar öllu á botninn hvolft, kemur aukningin innanfrá, segir Jóhanna Klara. Og það það sem hefur skipt mestu máli, það þegar fyrirtækin fara óska eftir umbótaverkefnum hjá sínu starfsfólki. Þegar starfsfólki sjálft sem að vinna í þessu sér hvar það ætti að gera betur og leggur það til og þegar fyrirtæki fer strax á stað og vinnur í því að laga þetta út frá þörfum starfsfólksins, þá gerist eitthvað flott. Næst skulum við hugað uppbyggingu atvinnulífsins á Eyjafjarðarsvæðinu. Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar byggðasamlag sveitarfélaga við Eyjafjörð og ætlað að vera leiðandi afl í uppbyggingu atvinnu og þróunar á svæðinu. Ég ræddi við framkvæmdastjóra félagsins. Iðnaður mjög fjölbreyttur á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu öllu saman. Við erum að tala mjög sterkan sjávarútveg. Hann mjög sterkur út með Firði, Siglufirði, Dalvík. Við erum að tala matvælaiðnað mjög sterkan, sérstaklega hérna á Svalbarðseyrinni og á Akureyri. Það mjög sterkur matvælaiðnaður. Þannig að styrkleikar okkar fjölbreytni í iðnaði, það alveg ljóst. Og það sem kannski styður við iðnaðin sterkir skólar, verkmenntaskólinn, styður við iðnnám. Reyndar gætum við gert betur, sérstaklega í matvælaiðnaðinum og við eigum inni tækifæri held ég. Það eru ónýttar auðlindir við okkar verknám í gegnum verkmenntaskóla. Eitt af markmiðum Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar að leita leiða til að vekja athygli á kostum Eyjafjarðarsvæðisins. Auðvitað eigum við samstarf við marga aðila, Íslandsstofu og fleiri aðila. Íslandsstofa dálítið svona gátt inn í Ísland fyrir erlenda aðila, en síðan erum við að reyna að halda uppi okkar sterku innviðum, gagnvart fjárfestum, gagnvart aðilum sem að leita að staðsetningu fyrir iðnað og Akureyri og Eyjafjörður gríðarlega sterkur kjarni til þess að veita þá þjónustu sem við erum sem svona fyrirtæki sem vilja koma að leita að. Og Atvinnuþróunarfélagi hefur staðið að skýrslu svæðið,
innviða skýrslu og við höfum tekið ákvörðun núna að útfæra þá skýrslu þannig að hún muni fara yfir sveitirnar hérna austan við okkur líka, stækka svæðið sem við tölum þannig að við erum að ná fleiri auðlindum inn í svæðið og kynnum svæðið þá stærra með sterkari auðlindum. Því að það verður að segjast eins og að kannski helsti akkillesarhæll okkar takmörkuð orka á þessu svæði. Og það hefur svona eiginlega truflað uppbyggingu á svæðinu, það takmörkuð orka. En það ekki fyrir það að við framleiðum og lítið orku á Íslandi, heldur burðakerfið ræður ekki við að bera hana til okkar. Sigmundur segir að reglulega komi fjárfestar og áhugasamir aðilar til þess að kynna sér svæðið með atvinnuuppbyggingu í huga. Eyjafjörður hefur mjög jákvæða ímynd. Það greinum við. Hreinleiki hluti á okkar ímynd. Sterkur matvælaiðnaður, hann eiginlega kristallast í því. Matvælaiðnaður þarf á ímynd hreinleika að halda í kringum sig. Við höfum þjónustu iðnað allan á svæðinu. Hér svona eini stóri kjarninn utan höfuðborgarsvæðisins. En það sem kannski helst vantar upp á það eins og ég segi, við erum að kljást við orkuvandamál og okkur vantar beint flug til Akureyrar. Annað allt hér á svæðinu. Já, atvinnulífið á Eyjafjarðarsvæðinum fjölbreytt, segir framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar. En hversu mikilvægt það í raun og veru að atvinnulífið sé fjölbreytt? Við leituðum svara í Háskólanum á Akureyri. Það mikilvægt í mjög mörgu samhengi og ef við horfum kannski fyrst á efnahagslegt eða svona hagræna hliðina á því, að þá stuðlar þetta að byggðafestu. Þannig að með fjölbreytt atvinnulíf og ef eitthvað gengur ekki upp sem að dæmin sanna nú á Íslandi að það getur gert í þessum litlu samfélögum, að þá náttúrulega mjög mikil hætta fyrir samfélagið og byggðina á svæðinu ef að eitthvað gengur ekki upp. Þannig að fjölbreytni í atvinnulífinu algjörlega lykilatriði í því sambandi og svo náttúrulega líka fyrir bæjarfélögin og sveitarfélögin að vera ekki háð, ef maður getur orðað það þannig, einhverju einu fyrirtæki eða einhverjum einum iðnaði, heldur fjölbreyttum iðnaði og mörgum fyrirtækjum. Það náttúrulega festa í því líka. Þannig að öllu leyti þá þetta efnahagslega og hagræna áhrifin af því að vera með fjölbreytt atvinnulíf ótvíræð, mínum mati. Rannveig segir að samfélagsleg áhrif séu sömuleiðis mjög mikilvæg. Fjölbreytt atvinnulíf kallar á fjölbreytt mannlíf, segir hún. Og dregur mismunandi þekkingu og færni, fólk með mismunandi þekkingu og færni inn á svæði. Og þá fáum við svona þróttmikið, dýnamísk, að ég sletti, samfélag og ef við fengjum að ráða þá held ég myndi nú öll vilja búa í slíku samfélagi heldur en samanborið við mjög einhæft samfélag. Þannig að það stuðlar vissulega að svona jákvæðum samfélagslegum áhrifum að hafa fjölbreytt atvinnulíf. Og svo annað sem því tengist sem að getum kannski kallað því skemmtilega nafni sem að makavandamál. Að séum við með fjölbreyttan iðnað og atvinnulíf á svæðinu og sem eins og ég nefndi dregur að fólk með mismunandi þekkingu og færni að þá svo mikilvægt að makinn fái starf líka vegna þess að annars fer fjölskyldan á endanum. Hún kannski þolir við í einhverja mánuði og jafnvel einhverja ár og jafnvel áratug en hún fer ef að makinn fær ekki starf við sitt hæfi. Þannig að samfélagslegu áhrifin af fjölbreyttu atvinnulífi sömuleiðis ótvíræð að mínum mati. Afleiddi tækifæri skapast frekar ef atvinnulífið fjölbreytt. Borðleggjandi dæmi það nýsköpun. Að séum við með fjölbreytt atvinnulíf á svæðinu að þá meiri svona hvetur það svolítið til nýsköpunar á mjög mörgum sviðum. Og nýsköpun getur verið nýr iðnaður og það getur verið svona sprotafyrirtæki sem að nýta úr eitthvað sem að fellur til í þeirri starfsemi sem fyrir
Og dæmið það er til dæmis Háskólinn á Akureyri. Þetta náttúrulega bara nýr iðnaður eða nýtt samfélag á Akureyri. Iðnaðarbærinn Akureyri verður að Háskólabænum Akureyri. Og ég held að við getum öll hérna á þessu svæði öllu verið sammála það hvað þetta hefur skipt sköpum fyrir svæðið. Að fá þennan nýja þekkingariðnað í Háskólanum á Akureyri til viðbótar við allan hinn þekkingariðnað. Langflestir búa á Akureyri rúmlega 18.000 manns, en hvað segir forseti viðskipta- og raunvísindasviðs Háskólans á Akureyri? Er hagstætt að einn þéttbýliskjarni sé langfjölmennastur? Rannveig bendir á að vegalengdirnar á milli staðanna séu ekki miklar. Góðar samgöngur skipti miklu máli. Af því að við horfum á þetta svæði sem eitt efnahagssvæði en ekki mörg lítil, saman erum við ein heild sem Eyjafjarðarsvæði, þótt við skiptust niður kannski í minni einingar, að heildin þarf að geta starfa saman og þá eru samgöngur algjört lykilatriði. Að það sé öruggt og þægilegt að fara á milli staða innan svæðisins. Og áfram höldum við hér í atvinnupúlsinum. Gott og hæft starfsfólk er á margan hátt lykillinn að farsælum og góðum rekstri. Capacent er fyrirtæki sem að tekur að sér að finna rétta starfsfólkið, auk þess sem fyrirtækið býður upp á margvíslega þjónustu á sviði mannauðsmála. Þóra Pétursdóttir hjá Capacent á Akureyri er komin hingað, velkomin. Takk fyrir. Ég bara fyrst aðgengi fyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu að réttu starfsfólki, vel menntuðu og svo framvegis, hvernig er það? Sko það er bara töluvert gott. Það er hérna bara mikið að bara hæfu og velmenntuðu fólki eins og það er og hérna mikið að bara eftirsóknarverðum vinnustöðum á svæðinu. Þannig að það er bara frekar gott. En hins vegar er náttúrulega alltaf þannig að hérna samfélagið sveiflast og eins og við finnum kannski fyrir í dag að það er uppgangur. Og það hérna gerir það verkum að það verður svona smá vöndun og það er ekki bara hérna á svæðinu heldur alls staðar á landinu. Hvernig geta þá fyrirtækinu brugðist við, þá þurfa þau líka væntanlega að vinna í markaðsmálum þannig að ásýn þeirra verði sem best? Já, og náttúrulega sko það eru náttúrulega áskoranirnar þessi ásýnd. Hvernig hérna get ég keppt besta starfsfólki, hvernig get ég haldið þessu hæfa og flotta starfsfólki sem ég er með. Og það er kannski tvenns konar, það er bæði þessi ásýnd sem er í fjölmiðlum, fréttaflutningur og annað og auglýsingar. Og svo er það kannski það sem er kannski bestu meðmælin og það er það að þegar starfsfólkið í fyrirtækinu mælir með vinnustaðnum sem vinnustað. Og það eru bestu meðmælin og það er eitthvað sem það er áskorun, hvernig huga ég að innviðinu, hvernig huga ég að fólkinu mínu. Hvað hérna ætla ég að gera til þess að það sé ánægt? Það er stundum sagt að kunningsskapurinn sé lykilatriði. Er það á undanhaldi á einhvern hátt? Sko í svona samfélagi eins og hérna á svæðinu þá er kunningsskapurinn við líði, eða við getum sagt það, en það getur verið líka kostur. Það getur verið gott að þekkja fólki vel sem ræður í vinnu og vita þá kost og galla. En hérna almennt séð er þróun að þessu og fólk er að verða bara mjög svona gott í því að bara fara í gegnum þessa ferla og bara mjög hæft fólk sem er í því að ráða og skoða hlutina. En er hreyfing á fólki? Sko, já, á svona eins og núna, það er uppgangur, að það gerir það líka verkum, það er ekki bara þessi vöndun, heldur er jákvæðni í samfélaginu annað og það gerir það verkum að fólk er svona jákvæðara fyrir að hreyfa sig, það skoðar, það er tilbúið að stökkva, það er öðruvísi bragur. Hvað með búferlaflutninga, er fólk á höfuðborgarsvæðinu, er það svona með augun, fókusinn á Eyjafjarðarsvæðinu? Sko, hérna, við höfum reynda fundið fyrir eins og núna, ef við tölum bara þennan tíma, þennan uppgang, þá er minna að umsóknum frá úr Reykjavík, því að það er nú að gera í bakarinn og þá náttúrulega er fólk minna kannski að sækja út á land. En það eru fullt að tækifæri fyrir fólk og ég meina bara háskólinn trekkir af fólk. Það kemur fólk sem vill læra í háskólanum, vill starfa við það sem er þar og hér eru mörg fyrirtæki sem að bjóða upp á slíkt. En hvernig sérðu fyrir þér framtíðina, er líklegt að þetta aukist í framtíðinni, þar að segja að fyrirtæki á borði Capacent taki að sér að ráða fólk? Já, ég sé hérna, þetta náttúrulega verið í smá tíma og hérna, ég sé ekkert annað heldur en þetta verði bara áfram og muni aukast.
Stjórnun almennt bara í fyrirtækjum að breytast frá því sem áður var og nýjar kynslóður kalla á öðruvísi stjórnanda, meira mannlegan og það verður meira kannski á borði stjórnanda og þetta klárlega eitthvað sem komið til að vera og ég held að stjórnendur kunni vel að meta á svæðinu. Draumastarfsmaðurinn? Draumastarfsmaðurinn. Það fyrir allt eftir fyrirtækinu og eftir bara kröfum fyrirtækisins og eftir því sem verið óska eftir á hverju stað. Þóra Pétursdóttir hjá Capacent á Akureyri, takk fyrir komuna í Atvinnupúlsinn. Takk fyrir mig. Næst skulum við huga að skólakerfinu, framhaldsskólanum. Á Eyjafjarðarsvæðinu eru starfræktir 3 framhaldsskólar. Þetta eru Menntaskólinn á Tröllaskaga sem í Ólafsfirði, Menntaskólinn á Akureyri og Verkmenntaskólinn á Akureyri. Hlutverk skólans í nærsamfélaginu, samkvæmt skilgreiningu, meðal annars að stuðla að eflingu atvinnulífs með því að bjóða upp á fjölbreyttar námsleiðir í starfs- og iðnnámi og góðan undirbúning undir almenn og sérhæfð störf. Nemendur í dagskóla VFM á bilinu 11 til 1200 og við bætast nemendur í fjarnámi. Við erum með flestar iðngreinar í boði, já. Við erum stödd hér núna í byggingadeildinni og hér eru þetta margar greinar sem að tengjast byggingadeildinni. Allt sem að við kemur í rauninni hús og húsasmíði, húsgagnasmíði. Og svo höfum við rafvirkjun og rafeindavirkjun. Við erum með málmenngreinar sem eru fjölmargar, meðal annars bifvélavirkjun og vélstjórn. Og hér eru matvælanám líka, þannig að hér er mjög fjölbreytt iðnnám, já. Hversu mikilvægt það í raun og veru fyrir efnahagslífið og atvinnulífið á Íslandi að það séu útskrifaðir nemendur í sem flestum iðngreinum? Já, við náttúrulega stæðum ekki hér að það væri ekki fyrir iðngreinar. Það er bara svoleiðis og húsin okkar og allt sem er í rauninni í kringum okkur, þetta tengist allt iðngreinum. Og iðnnema má ekki vanta. Hér þarf að endurnýja starfsaflan mjög reglulega. Og nú er orðið komið þannig í mörgum iðngreinum að nú er farið að stéttin farin að eldast og það vantar inn í. Þannig að við þurfum að passa upp á það að það myndist ekki þetta gap. Að þínu vitið það góður kostur að fara í iðnnám? Mjög góður kostur. Þú færð óbúslega víðtæka menntun og það er þannig að þú þarft að vera bæði í rauninni með bókþekkinguna og verkþekkinguna. Og svo er það líka orðið þannig að margir eru farnir að taka iðnnám og bæta við þessi stúdentsprófi og þar af leiðandi komnir með aðgöngum í háskóla og margir taka þetta nám og skella sér svo í einhvers konar byggingatæknifræði eða slíkt. Og þetta er að aukast, segir þú? Þetta er að aukast mjög mikið, já. Margir farnir að skeyta þessu með sínu prófi og við getum sagt ykkur líka, til dæmis eru þessi nemendur orðnir mjög vinsælir. Við fáum á hverju ári til okkar svona frá háskólum erlendis og þeir vilja fá þessa nemendur til sín í tækni og verkfræði nám. En hvar standa íslenskir framhaldsskólar eins og til dæmis Verkmenntaskólinn á Akureyri í samanburði við sambærilega skóla í Evrópu? Við höfum í rauninni engar rannsóknir hvar okkar nemendur standa, ekkert svona sem við getum sagt í rauninni fast. En orðsporið er gott. Þeir eru vinsælir og þeir hafa góða yfirsýn. Á mörgum stöðum erlendis er í rauninni námið miklu sérhæfðara sem að þýðir að þeir hafa ekki eins viðtaka þekkingu á iðngreinunum eins og þeir hafa hér. Þannig að heimurinn allur gæti í raun og veru verið til starfsvettvangur? Já, það geti alveg verið. Já, þau sem að fara í iðnnám geta í raun og veru valið sér starfsvettvang hvar sem er í heiminum. Í næsta atvinnulífspúlsi veltum við meðal annars fyrir okkur hlutverki lánastofnana í atvinnulífinu, sveitarfélaga og fjárfesta og við tölum einnig við framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins og í lok þess þáttar ætlum við að kynna okkur forvitnilega starfsemi sem að senn hefst hérna á Eyjafjarðarsvæðinu. Takk fyrir í dag, verið sæl.